Árið 2061. Golfstraumurinn nær ekki lengur til Íslands. Þorskstofninn hruninn. Flóttafólk streymir til landsins og það ríkir algjör óstjórn. Glæpagengi og stríðsherrar berjast völdin og það alltaf rigning. Grímuklætt fólk á mótorhjóli stelur mikilvægum kassa frá líftæknifyrirtæki og tölvunarfræðingur lendir í klóm mannræningja. Og þar með hefst æsilegur eltingaleikur Reykjavík og út í óbyggðir Íslands. Einhvern veginn þannig hefst ný íslensk myndasaga sem kom út hjá Froski útgáfu í desember. Huldufólk nefnist bókin og höfundarnir eru komnir borð í lestina. Teiknarinn Fannar G. Gilbertsson hér í hljóðverinu en með okkur í gegnum fjarfundabúnað höfundur sögunar Gunnar Birgisson. Gunnar, hvar ertu eiginlega? Ég í Houston, Texas. Ég búið þar síðustu 3 árin en kem til Íslands nokkuð oft líka en því miður ekki með þér núna. Hvað ertu að gera í Bandaríkjunum? Akkur ertu búsettur þar? Já, ég búið í Bandaríkjunum eiginlega síðustu 40 árin. Ég bjó líka í Bandaríkjunum sem krakki en ég búið hérna frá því 84 þegar ég flutti út og fór í háskólanám, byrjaði reyndar á Íslandi en kláraði hérna í Bandaríkjunum, fór svo í lögfræðinám og kynntist konu minni hér sem frá Indlandi, Amanpreet, það þekki hana margir á Íslandi líka, við höfum komið oft saman. Og ég vann sem lögfræðingur í Washington DC, hjá lögmannsstöðum og hjá stórfyrirtæki í orkumálum í tæplega 30 ár en hef svona dreymið í hlé núna og fluttum til Texas út af fjölskyldu ástæðum og hérna ég vinn svona við ýmis verkefni hérna, bæði lögfræði og ráðgjöf og svo hef ég fæst við hinn á þessi skrifin og hérna meðal annars þessar bókasjálfsögur sem var mjög gaman að sjá koma út loksins. Þetta hérna fyrsta myndasagan sem þú gerir? Já, fyrsta myndasagan mín, Fannar hefur gert nokkrar áður og það einlega það sem olli að ég fann hann í gegnum hérna ráð annara sem þekktu hann en ég svona gert hina þessi skrifin, ég skrifa fyrir blöð líka í stundum og alltaf með hellingaverkefnum fyrir framan mig en þetta fyrsta myndasagan sem hefur komið út og það eru fleiri á leiðin en þetta var svo fyrsta. Ok, athyglisvert. Ertu mikill myndasögu lestrarhestur? Já, ég verð að segja að ég uppgöt þetta form frekar bara nýlega og var mjög hrifinn af því hvað það gífurleg fjölbreytni í þessu. Það náttúrulega alast allir Íslendingar upp við að lesa Tinna og Ástrík en á síðari árum þá fór ég finna meiri af þessum sögum sem eru meiri fyrir fullorðna og fjalla allt mögulegt. Það eru svona bæði í Evrópu mikið gefið út þessu, Frakklandi mjög sterkt í þessu og svo líka í Bandaríkjunum. Það eru allskyns mismunandi spennusögur, það eru ævisögur gefnar út svona. Það eru algengt líka á síðustu árum að fræg bókmenntaverk eru gefin út í myndaformi. Ég á til dæmis 1984 og ég á Beowulf, Bjálskviðu í mínu safni og þetta mjög aðgengilegt og gaman að sjá hvernig listamennir eiga við að viðfangsefnið og uppfæra það á mjög svona frumlegan og skemmtilegan hátt og kannski það sniðugt líka, fólk kannski ekki alltaf að lesa 600 blaðsíðna sögu lengur en þannig getur það fengið aðgang að sögunni og lesið á sama tíma og tæki kannski sjá kvikmyndina fyrir að lesa bókina en þetta mjög frumlegur heimi, mjög mikið fjölbreytni í þessu og eins og ég sagði, ég bara uppgötaði þetta fyrir nokkrum árum og sagði ég, það væri nú gaman að eiga við þetta en ég hef náttúrulega enga teiknahæfileika þannig að ég treysti á aðra til að útfæra hugmyndirnar og söguna. Fannar, hvernig gerist að þú heyrir frá lögfræðingi í Bandaríkjunum sem vill gera myndasögu? Já, það mjög góð spurning. Ég sem sagt bara búin að reyna að vera mjög virkur í myndasögu heiminum hérna á Íslandi. Hann frekar lítill svo það ekki margir listamenn úr að velja sko en hérna það hann Aron sem að gerir myndarsögur. Þetta svona stutt myndasögusafn sem hann gefur oft út og mig minnir að hann hafi haft samband við mig og sagt mér að það væri hérna einhver rithöfundur að leita sér að listamanni hvort það mætti benda á mig
Einmitt. Þú hefur verið að teikna bara allæfi eða eitthvað? Já, ég kláraði þess að listastúdendi í FG og komst ekkert mikið lengra í heiminum þar, svo maður er mjög mikið svona self-taught eftir það. En frá því að mamma setti blýant í hendurnar á mér þegar ég var eins ás eða eitthvað, þá hef ég ekki stoppað, sko. Og myndasögur, er það svona þitt þín útrás, listræn útrás? Já, þetta er mjög mikil ástríða. Mér gekk mjög illa í skóla, kannski margir aðrir sem kannastu það, að mér bara gekk mjög illa, ég átti erfitt með lestur og annað, og myndasögur var svona leiðin mín til að koma mér inn í lestrarskilning og fá myndir og annað til að dreifa huganum á meðan ég var að lesa. Svo þetta hjálpaði mér svakalega mikið og myndasögur bara út frá því bjuggu til þess að svakalegu ástríðu að halda því áfram og vilja teikna. Þú hefur gefið út fleiri sögur eða hvað? Já, við gáfum út Landverðina, þeir komu út í fréttunum og annað. Það var meira höfða fyrir börn og allur ágóðun úr þeim sögum, sko, fór til barnaspítara hringsins. Og svo það var mjög mikið bara svona leið til að hoppa inn og vera pínu sýnilegur og gera gott í leiðinni. Og það var akkurat ég, Dagur og Úlfar sem gerðu hana og svo gaf ég út eina aðra með froskútgáfu sem heitir G01 og það er svona verkefni mitt sem að kom mér eiginlega pínu í teiknigýrin, sko. Sú saga tók 8 ára að gera. Já, einmitt. Já. Hvað voruð þið lengi að vinna þessari? Við vorum ekki nema 2 ár, var það ekki, Gunnar? Já, kannski hátt í 3. Ég held ég haft samband við þannig 22, snemma 22 og svo kemur hún á 25 og ég byrja náttúrulega handritinu áður, en það má segja frá byrjun til enda þá var hún eiginlega 3 ári sem er miklu leikra tími en það tækir henni að skrifa skáldsögu sama viðfangsefni, en það fer gífurlega mikil vinna í þetta. Gunnar, þetta er svona þessi framtíðarsýn sem ég var að lýsa hérna og myndasagan sýnir, þetta er svona svolítið kaldranleg framtíðarsýn, þetta er dystopía. Hvað akkur langaði þið að segja sögur þessum heimi? Já, ég hafði hugmyndina vegna þess að ég vissi ekki neitt sem hafði svona spáð í hvernig væri svona slæm framtíð á Íslandi. Það Íslandingar spá ekki í fortíðina og nútíman og svona, en mér langaði svona spóla aðeins fram á við og þá náttúrulega er athyglisvert að spá í hvernig yrði ef ýmislegt sem að versna í nútímanum verður ennþá verra og tala Golfstrauminn og ef skilyrði breytast þá gæti ýmislegt hrunið sem að við erum hrifin af í nútíman og hvernig áhrif það myndi hafa á samfélagi. Svo verður maður náttúrulega bara svona að ímynda sér ýmislegt, sko. Í dystopíum þá er tvenns konar dystopíu sem maður geti skilgreint, annars verður það þeirra svona eins og 1984 þar sem ein ríkisstjórn næra stjórna öllu í samfélaginu og hitti þegar það tvístrast meira, svona eins og Mad Max myndirna George Miller og svona, þar sem að er ekkert ríki eftir lengur. En hérna er þetta svona mitt á milli, svona tvístrast í bálka og náttúrulega í grunnurinn í sögunni er náttúrulega meira náttúruvernd, ég vil ekki segja mikið frá, en þá er spekulefingin, sko, hvað fólk væri að berjast fyrir, sko. Ég hefði nokkið áhuga á að skrifa sögur þar sem fólk er að berjast gull og demant og svoleiðis. En fólk er náttúrulega alltaf að halda sér á lífi og svo kannski verður berist eitthvað annað líka, einhverja hugsjónir eða svoleiðis. Þannig að þetta verður bara svona veltu sér áfram og varð úr þessi saga. Við teiknum mjög mikið akkurat af íslensku landslægi og við tókum hvað var 1 eða 2 ferðir þar sem að við fórum og keyrðum í kringum pínu Ísland og staðina sem þetta gerist, sko. Og tókum mikið af myndum og svona vorum að spá mjög mikið akkurat hvernig þetta myndi líta út akkurat í framtíðinni. Einmitt. Það sem ég tek eftir, sko, bara svona fyrsta sem maður tekur eftir á kápunni og svo og svo bara í gegnum bókina, hún er mjög grá. Já. Er það var meðvituð ákvörðun að gera gráa bók? Já, að hafa mjög pastelita. Gunnar var mjög hrifinn af því, að mig minnir. og svo náttúrulega vitum við öll hvernig Ísland er, það getur verið pínu grátt og leðilegt. Svo þegar við erum komin í mikla rigningu og svona leiðinda veður þá voru þetta eiginlega litirnir sem pössuðu best. Þetta var mjög góð ákvörðun hjá honum akkurat
að biðja pínu að hafa mjög mikið svona pastellitað yfir bókina. Einmitt. Já, þessi ímynd af Íslandi væri kannski ekki svo sem að ferðaþjónustuna myndi nota til að laða túrista. Þannig líka svona svolítið vísað í fortíðina. Þannig eru svona hópar sem að berjast kannski völda á landinu, eiga kannski sín svæði. Þetta svona búið að brotna upp í svona hálgerða ættbálka, getum við sagt. Og þannig meðal annars einn hópur sem að sækir svona til víkingaaldar, eða ekki? Jú, við köllum ný norsara og höfðum gaman að því svona spá í svoleiðis hópa sem eru svona sjálfstæðir og hafa þessa blanda því gamla og því nýja og kannski finna sig í nýjum kultúr þegar allt annað hrunið, það með því að fara aftur til fortíðarinnar og eins og sagði þeir stjórna sínum svæðum og það var skemmtilegt að pæla í þessu, svona blanda saman ný og gamlu í tækninni sem þeir nota og málfarinu og hinn og þessu. Einmitt, þetta einmitt svona, þetta framtíðarsýn, það framtíðarleg tækni en það líka svona þetta kannski líka samfélag sem svo brotið að það eiginlega komið til fortíðar líka. Já, akkurat, svona blanda báðu það sem að vera að taka málma og annað úr svona gámum og annað og verið að búa til svona brakkarhús og annað líka sem mjög skemmtileg pæling þegar akkurat þú ert komin yfir í hinn endan og eigir ekki neitt pening og ert komin í svona volaði að þú veist hvað gerur til að lifa af og þá náttúrulega þarf maður að skoða mjög mikið hlutina í kringum sig til að byggja upp úr. Mér finnst það mjög skemmtilegt að sjá það Mm-hmm. og hanna karakterin í kringu það fá allir að vera í lópapeysum og annað Einmitt. Þetta er hröð atburðarás, það er bara svona mikill hasar bara nánast frá fyrstu senu, bókstaflega frá fyrstu senu, þá er þetta mikill hasar og svo er þetta svolítið svona, þetta er blóðugt en samt án þess að fara í eitthvað svona, hvað ég var að segja, mjög ýktan, yfirdrifin, svona góri hátt eitthvað. Akkurat, það var alveg smá pæling hérna á nokkrum blaðsíðum, hver blóðugt við vildum hafa þetta. Og við ákveðum að hafa þetta aðeins meira teim og mér fannst það að vera mjög góð ákvörðun. Dempaður að einhvern veginn. Já, aðeins að dempa þetta Jú, en samt var þeir eru búin að tekník og annað sem bíllinn að keyra og fann hann að gera flotta myndir á hverri blaðsíðu en svo verið einhver samtöl sem þurfti að útfæra og hver var að tala við hvern og svo sagði ég alltaf Fannar, já, þú ert búin með þetta þá færði að tekna bardagan, það er að koma. Fannar, hvernig gerurðu teikningarnar? Ég sá aðeins inn á Instagraminu þínu þar sem þú varst að sýna fyrir aðra bók sem þú hefði gert, hvernig þú varst að vinna þetta þar sem þú einhvern veginn svolítið blandar saman að vinna þetta í tölvu og svo með penna og svo bara svona hálfgerðu föndri. Geturðu lýst aðeins svona hvernig framleiðsla á myndum fyrir svona myndasögu virkar? Ég er með 2 leiðir. Ein leiðin er að ég á iPad Pro og ég mæli með fyrir fátæka listamenn að næla sér eitt svoleiðisgrip og ég gerði mjög mikið af myndunum bara þar. Svo finnst mér mjög gaman akkurat að prenta þær út skissurnar sem ég geri. Þú getur skissað mjög hratt á svona digital miðli og svo tek ég bara fullt af blekpennum og tannbustum og drasli og til að búa til þessa skemmtilegu áferði sem við erum að sjá í svona fulla verkinu. Þá mæli ég mjög mikið akkurat með því að finna sér bara allt sem að þú getur gert með bleki, sérstaklega í myndasögum, við vinnum mjög mikið með bleki í myndasögum, að lita með því, að teikna með því. En annars er þetta bara mest megnið í iPad Pro og ég nota forrit sem heitir Procreate í þessari sögu. Það eru til önnur en þetta er mjög mikið svona auðveldasta leiðin til að komast í einhvern svona professionalisma og fyrir ekki það mikið pening. Er einhverjur ákveðnir listamenn sem þú svona sækir mest innblástur frá, hvernig svona eins og stíllinn í þessu, hvert þetta sækja svona innblástur? Já, það er listamaðurinn James Harren heitir hann. Hann er frekar nýlegur og hann vinnur með svona mjög grófan miðil í bleki, ég er mjög hrifinn af því núna. Og svo er það Daniel Warren Johnson heitir hinn
og hann mjög svipar og James Aaron, vinnur mjög mikið með svona gróft blek og svo það Ryan Otley, það ef einhver kannast við Invincible þáttaseríurnar á Amazon þá var hann teiknarinn í myndasögnum þar, en hann mjög stílhreinn, svo maður tekur innblásturinn mjög mikið svona hvar sem sko. Og þetta náttúrulega allt einhverjir stórir kauðar úr myndasögu heiminum. Einmitt. Gunnar, þetta fyrsta myndasagan sem þú tekur þátt í að gera og skrifar. Varst þú með svona skýra sýnum hvernig þetta ætti að líta út sjónrænt og já? Já, ég vildi hafa þetta svona í drungalegra laginu og vildi sýna Reykjavík og sína landi, þannig að ef einhver færi gegnum það þá væri þetta svona ekki almenn myndasaga, heldur væri mjög ljóst að hún gerðist hér, og eins og Fannar sagði þá fóru einmitt í ferðalög til að taka myndir og sem hann myndi svo nota til að teikna, þannig að en að sjálfsög það Fannar sem er listamaður og hann skapar andlitin, hann skapar persónurnar út frá mínum lýsingum, þannig að ég myndi stundur segja maður já, þessi á kannski vera aðeins feitari eða eitthvað svona en svo það hann náttúrulega hans snilli sem fer í að skapa þetta, og það var alltaf skemmtilegt þegar ég fekk pakkan, hann setti alltaf 5 blaðsíður í einu til að skoða og þá var alltaf gaman að sjá það og gefa komment og sjá þetta svona koma til lífs. Já, sagan gerist þarna í einhvers konar samfélagi sem komið á endastöð, þeir að klofna í sundur, það einhvers konar borgarastríð í gangi. Nú fáum við svo mikið að fréttum frá Bandaríkjunum, Gunnar, og ástandinu þar, þetta lítur ekki bara út gluggann og sérð sömu hlutin í gangi eða hvað? Kannski ekki alveg ennþá, en það gífurlega svona spenna í þessu landi og reynir hræðsla hvernig hlutirnir gætu þróast. Þetta alveg nýtt þessar gífurlega hröðu breytingar sem að Trump að gera á í raun öllu og hvernig hann hundsar aðra þætti í stjórnkerfinu, bæði dómstóla og fylkisvöld og svona. Þetta hefur ekkert gert svona áður, þannig það talsverður órói þetta. Náttúrulega hans stuðningsmenn náttúrulega, þeir styðja hann ef svo framulega sem að hann gerir það sem að þeir vilja. Það margir sem vilja þessi innflytjendamál séu tekin svona ákveðin hátt og sömulegis náttúrulega alltaf fólk að hugsa efnahaginn, en þetta getur auðvitað snúist allt gegn honum en eins og sagði, þetta mjög óverulegt ástand núna. Og að því að eitt svona undirliggjandi þema í bókinni einmitt svona, hugsjónir tengdar loftslagsbreytingum. Það kannski umræðuefni sem hefur algjörlega fallið í skuggan þegar ástandið svona. Jú, það rauninni rétt, þetta einlega alveg búið detta út af í Bandaríkjunum síðustu 1-2 árunum. Eitt náttúrulega vandamála með það að loftslagsbreytingar gera svo hægt að það ekki hægt að benda strax á hitt og þetta sem bein afleiðing þeirra, þannig að fólk fór svona að snúa sér að öðru kannski í staðinn, en svo gerist náttúrulega einhver atburðir, það gerast skógareldar, það gerast flóð eða þurrkar hér og þar og koma og valda gífurlegum skaða, en samt einhvern veginn gerist þetta of hægt í heild og á hátt það sem erfitt að segja akkurat hvað afleiðingar af hverju, og þannig að fólk á auðvelt með í rauninni að vísa sér bara til hliðar og í staðinn að einbytta sér einhver öðru því miður. Að lokum, eins og ég segi, þetta mjög svona hröð spennu atburðarás í þessari bók Huldufólk. Ég hugsaði bara strax, þeir þurfa að gera fleiri, það verður að vera framhald. Er framhald á leiðinni? Jú, það á leiðinni, það mun taka þessum tíma, en ég búin að skrifa handrit sem ég fekk svo góð kommenta á frá Fannari og frá Jean, útgefandi okkar, og ég að pússa það núna og Fannari að teikna nýjar og breyttar persónur sem ég var einmitt að
gefa honum comment á, þannig að við erum spenntir fyrir því, þetta tekur sem tíma en við erum að reyna að drífa þetta áfram og vonandi fyrir jól 27 sko, en það er nú engin sens á þessu ári en það er það sem okkur langar til að gera. Heyrðu, Huldufólk eftir Gunnar Birgisson og Fannar G. Gilbertsson. Takk kærlega fyrir spjallið. Já, við biðum að heilsa vestur, Gunnar. Já, takk fyrir. Það var gaman að vera í þættinum hjá þér.